Hvað langar mig að verða þegar ég orðinn stór? Hvað langar mig að læra, vinna við og gera í lífinu? Langar mig jafnvel að skipta starfsvettvang seinna á ævinni? Mín leið eru nýir þættir á N4 þar sem heyrum hvetjandi sögur af fólki sem hefur farið eigin leiðir í lífinu til að fá hvetjandi dæmi það að við þurfum ekki alltaf að gera eins og allir hinir. Auður Vala Gunnarsdóttir, fimleikaþjálfari og Helgi Sigurðsson, tannlæknir, keyptu gamla frystihúsið á Borgarfirði eystra árið 2006 og hófu þar framkvæmdir. Þau eru bæði miklir frumkvöðlar sem eru óhrædd við að fara eigin leiðir í lífinu. Þau tjalda ekki til einnar nætur, heldur eru með stórar hugmyndir framtíðina á Borgarfirði eystra. Já, þetta byrjaði nú bara þannig að við komum helgar, foreldrar auðvitað áttu hús hérna. Við dvöldum helgar og kunnum svo bara vel við okkur. Leði vel hérna og sáum við sem bara frystihús sem stóð hérna og var í niðurníðslu og endaði með því að við gerðum bara tilboð í húsið og fengum það og þannig byrjaði bara ævintýrið þannig 2006 og svo svona hlóð þetta bara utan á sig. Og hvernig er það svo reynist að vera hérna á Borgarfirði fyrir ykkur? Sko það er bara ofsalega gaman að vera hér og byggja upp fyrirtæki á þessu stað. Og við finnum að við erum að gefa samfélaginu mikið. Þetta samfélag er í brothættu byggðum. Þannig að okkar helsta markmið er að byggja fyrirtæki sem skila störfum inn í samfélagið. Og það er svona verið okkar svona leiðarljós í gegnum allt saman að byggja upp bara gott fyrirtæki sem veitir fólki atvinnu, fá fólk heim og já, það er svona verið númer 1, 2 og 3. Blábjörg skapar í dag 6,5 heilsárs starfsgildi á Borgarfirði eystra en gistihúsið hefur verið opið allan ársins hring frá því það opnaði 2011 og þegar veitingastæðurinn opnaði fjölgaði starfsmönnum og sumrin fer heildarfjöldin í 13 til 14 og það munar slíkt fyrir samfélagið á Borgarfirði. Stefnan er þá sett á að byggja við og auka heilsárs starfsgildum upp í 8 til 9 á næstu 2 árum. Já, við byrjuðum 2006 að gera við byggja húsið og opnum síðan gisti heimilið sjálf 2011 og alltaf hverju ári byggðum við og bættum við herbergjum og íbúðum og veitingastað og heilsulind og svo var bara staðan þannig að það var bara alltaf fullt í gistingu og við gátum ekki tekið við fleiri fólki í heilsulindina og síðan í COVID þá bara ákveðum við að fara aðeins í hugmyndavinnu í stað þess að loka bara og gera ekki neitt þá voru bara hugmyndavinnu við hjónin og starfsmennirnir líka og þá bara komið niðurstaðan að stækka og bæta við og reyna að keyra þetta aðeins áfram og við ætlum að byrja núna í haust að stækka við gistinguna, bæta við herbergjum sem með baði og auðvitað frábær útsýni út sjóinn og einmitt líka stækka heilsulindina með það sem við ætlum að bjóða upp á náttúruböð og bjórböð og svona meiri þægindi í heilsulindinni. Segð þú okkur aðeins meira frá spæinu? Já, þetta er svona draumur. Já, þetta er svona kannski tengist mér meira. Ég svo alltaf fyrir mér þegar við keyptum þetta að mér langaði til að setja upp litla heilsulind og það náttúrulega ekkert í boði. Þú veist, það engin sundlaug hérna og ekki neitt og þetta er náttúrulega eitt stærsta göngusvæði á landinu og ég sá allavega tækifæri þarna og ég held við sjáum ekkert eftir því. Núna ætlum við bara að fara aðeins lengra því að eins og Helgi sagði að þá er vöruþróun í gangi og þar á meðal erum við að þróa þaraböð og við ætlum að tína þarann úr sjónum bara sem liggur við gistihúsið og þar höfum við til dæmis fengið styrk frá Byggðastofnun og síðan ætlum við að þróa líka þarafafninga þannig við ætlum að vera með svona einfalda líkamsmeðferðir en allt tengt afurðum bara úr sjónum við hliðina á okkur og við ætlum að stækka til dæmis við verðum alls konar meðferðarherbyggi við ætlum að geta boðið upp á nudd lítinn sal þar sem við getum verið með leikfimi eða jóga fyrir hópa slakanir við ætlum að fara meira líka inn á svona eins og köld böð stækka sánunar hjá okkur og við erum líka að stækka útipotta. Við ætlum að setja svona eitt sjópott þar sem þú bara liggur, getur slakað á, horfir yfir allt þetta fallega útsýni sem þeir eru örugglega búin að taka myndir af
og stækka líka almenna pott fyrir fólk. Þannig við getum tekið á móti fleirum, en um leið líka auka þjónustuna og sérstöðuna sem þessi heilsulind á að hafa hér á Borgarfirði. Samhliða allri þessari uppbyggingu hjónanna hafa þau bæði verið í öðrum störfum með, Auður Vala sem fimleikaþjálfari og Helgi sem tannlæknir. Já, þetta bara skipulag, en það alltaf eins og ef ég tala fyrir mig þá sem sagt hefur þessi rekstur tekið alltaf meira og meiri tíma og ég mun náttúrulega bara, þetta verður náttúrulega bara mín aðalatvinna örugglega eftir einhver tíma, þótt að ég kom alltaf til með að halda einhver öðru sem ég hef verið að gera, því þetta bara ótrúlega skemmtilegt og þegar maður setur sér markmið þá svo gaman að vinna og líka eins og með bara líka framtíðar áform. Við erum ótrúlega heppin með starfsfólk. Eins og Helgi sagði, við fáum klikkar hugmyndir en starfsfólk ekkert betra. Það kemur líka með hugmyndir og svo tekur það þátt í öllu. Og það kannski það líka svona skemmtilegt að vinna með svona hóp í kringu sig. Það besta maður fær klikkað hugmynd og það allt taka vel í hana og það það besta. Og ég vil líka segja þótt að hafi verið COVID og þá hefur það aldrei svona haft nein áhrif á okkur þannig séð, því að einhvern veginn hefur bara verið alltaf eitthvað að gera hérna. Við erum svo ótrúlega heppin að við höfum haldið opnu og við höfum, að fólk hefur að sækja hingað svona eftir bara hvaða takmarkanir í gangi og þetta hefur bara líka, eins og Helgi kom kannski inn á að þetta gefur líka önnur tækifæri. Þannig að við erum bara, við erum bjartsýn allan tíman. Höfðu þið aldrei áhyggjur af þessu? Nú eru þið hér að leggja mikla framkvæmdir í brothættri byggð. Kom aldrei upp einhver efasemda hugsun í kollinum? Kemur alltaf stundum þegar maður komið langt á stað í eitthvað en og ekki bara betra að vera einhvers staðar á Flórída í sumarhúsi en ég veit ekki, við höfum bara svo gaman að vinna og takast á einhver verkefni að það bara svona hluti af þessu að vera að gera eitthvað, skapa eitthvað, skilja einhver af sér og koma einhverju frá svo skilja eitthvað eftir sig. Það svona það sem það sem þetta snýst efasemdir, já, ok, þá vinnum við bara meira, það bara þannig. Og þannig að það má líka segja það að við fengið að heyra rosalega mikið, þið rugluð, ekki í lagi með ykkur. Og við höfum aldrei fundið þetta, við erum svo einhver tíman þegar við vorum að byggja núna bara síðasta hlutan hér, að endurbyggja hann, að það var svona, það var að klárast, það var svona fyrsta skipti sem við fengum alveg bara, vá, hvað erum við búin að vera að hugsa? En samt gleðin alveg samhliða, sko. Já, það var bara eitt tímabil, þá vorum við að byggja veitingastæðin og þakið hafði fokið af viðbyggingunni og við vorum að grafa með gröfu inn í salnum, grafa reyna að komast niður á fast. Og þetta var búið að ganga illa, það var rigning og ömurlegt veður og allir honum þreyttur og ég var náttúrulega tannlæknastofuna að vinna og hringir í mig Hörður yfirsmiður og segir Helgi, ég hef beðið eftir, hvað nú? Og þannig, já, það eru góða fréttir, við komum niður á fast og þá svona snýrist þetta var svona vendipunktur 2016. Það var svona smá efasemdir, en eftir það allt í lagi. Þannig að þetta var, þegar það símtal kom þá fór þetta allt saman að ganga og efasemdar hurfu, sko. En svo líka sem maður flettir gegnum myndir og svona, þegar maður sá hvernig það leit út og öll sem vinna, þá var bara vá, og maður skilur alveg fólk svona pínlítið því þið rugluð. En á móti þá held ég að fyrir mig þá finnst mér óbærslega mikilvægt að við erum að endurbyggja ákveð verðmæti. Þetta hús hefur sögu, við keyptum gamla kaupfélagið, þetta elsta hús bæjarins og þannig að mér finnst við vera svolítið líka viðhalda byggingum sem eru með sögu og það held ég að það, já, og ég á ættum að rekja hér, þannig að frændi minn til dæmis flutti inn allt efni og byggði gamla kaupfélagið og þannig að þetta ásvöldi svona í stað hjarta. Það vonandi gangi betur hjá þér heldur en honum. Já, hann fór á hausinn. Fór á hausinn eftir 2 ár. Mörg fá við hugmyndir, margar hverjar góðar, en það ekki nóg fyrir hugmynd að vera góð til að komast af blaðinu og í framkvæmd. Fyrst og fremst þetta var rosalega mikil vinna. Þetta það bara társviti og blóðstundum sem hefur skilað þessu áfram og þrjóska líka, en það síðan eitthvað við Borgarfjörð Eystrika sem kallar á og margir hafa lagt á plóginn til að skapa eitthvað í kringum
bara staðinn sjálfan með tónlistarhátíð, það Álfaborgarséns sem var hérna einu sinni í Versló um helgina og allar gönguleiðirnar og allir að vinna saman í því eins og ferðaþjónustuaðilar vinna saman í því að skapa eitthvað, búa til og kalla upp staðinn og það náttúrulega samstaða sem skilar þessu líka áfram, ekki bara einhverjir einstaklingar, þetta allir saman og þá skilar það sér. Sama hver við erum, þá eigum við það öll sameiginlegt að eiga aðeins 24 klukkutíma í sólarhringnum. Það getur verið snúin staðreynd fyrir þá sem eru með marga bolta á lofti, að finna tíman til að sinna þeim öllum til að missa það ekki frá sér. Þetta áhugamáli okkar og börnin okkar stundur svolítið þreytt því á kvöldin þá verið að ræða sér Blábjörg, hvað við erum að gera og þeir bara stundum, af hverju þið alltaf til Blábjörg? Ég held að bara þetta áhugamáli okkar. Það ekki talað neitt annað heima heldur en þetta. Þegar maður er að vinna áhugamálunum þá maður kannski einmitt ekki að stimpla sinn eða telja tíman og það kannski þið viljið ekkert vita endilega hvað þið búin að telja marga tíma til hérna. Nei, alls ekki, svo þetta bara, maður gerir eitthvað allt annað, þá eiginlega þarf maður ekki frí, maður fer úr einu starfi í eitthvað sem er allt öðruvísi og þá breytist það bara, í staðis að liggja á sólarströnd 2 vikur og hvíla sig, þá finnst mér hvíld bara að koma hingað og vinna og gera eitthvað allt annað og þá fæ ég endurnærður fyrir næsta dag, þannig að það snýst það. Það er þessi fjölbreytileiki, held ég. Og eins og segja, við erum bæði frekar aktív þess að það sagði við erum kannski ekki alveg best að blanda stundum sko. En það er þessi fjölbreytileiki og það minnst líka bara gott að við eigum þetta áhugamál saman og þetta er það sem við erum að byggja upp og okkur þykir vænt Borgarfjörð og við erum með okkar lögheimili hér þótt að við búum á Egilsstöðum og við eigum eftir að byggja okkar hús hérna. Þannig að hérna... Það er eitt verkefni eftir. Já. Þannig að þetta er við svona, já, ég held að þetta sé bara, þetta sé málið. Þetta ætti bara allir að gera þetta. Þegar þið horfið á þetta í dag, allt sem þið eru búin að gera hérna og það sem eru á leiðinni, var þetta þess virði? Alveg tvímælalaust. Ég myndi gera þetta allt aftur. Kannski aðeins hraðar. Þannig að jú, þetta er alveg þess virði. Jú, ég myndi segja það og ég er ekki sammála Helga að gera þetta hraðar þegar við vissum ekkert hvað við vorum að fara að gera. Þannig að það er stundum gott líka að hafa smá tíma til að hugsa hlutina. En ef við hefur kannski þekkt þessa starfsgrein alveg út í gegn, þá hefur kannski gert það hraðar en við höfum ekki þá kunnáttu þá. Sigrún Lára Sjankó var ung þegar hún byrjaði að læra floss hjá móður sinni og sýndi strax mikla hæfni í faginu. Lífið hefur farið með henni í alls konar áttir en hún kom aftur af flossi sem er listgrein sem ekki margir á Íslandi leggja stund á. Hún á mörg þekkt verk með tengingar í íslenska náttúru og þjóðsögur meðal annars og hefur sýnt út allan heim. Hér ætlum við að heyra sögu Sigrúnar sem hefur farið sínar eigin leiðir í lífinu. Já, þetta byrjaði sko með flossið sem er uppistaðan í þessu teppagerð í dag. Hefur alltaf verið reyndar að ég kendi aðstoða manneskja móður minna þegar ég var 13 ára og var það í nokkur ár því að þetta gekk yfir æði, getum við sagt, í flossinu 69, 70, 71 og það risu upp hvert listaverki á fætur öðru, Smaladrengurinn og Guð má vita hvað, ég man ekki alla myndirna sem fólk var að vinna og mjög stór verk, þetta tók stofuvegg alveg hreint. Svo lagði ég þetta á hillunni eftir að ég seldi mitt fyrsta verk þegar ég var 17 og ég hugsaði, ég var bara alltaf feimin, ég hugsaði, nei, þetta er ekki fyrir mig, ég ætla að fara bara að halda áfram í einhverju öðru og síðan eftir í kreppunni 2011 þá stofnaði ég fyrirtæki með öðrum að gera gólteppi og þetta er sama uppistaðan þó ég noti núna vél sem er eins og borvél að þá er þetta nákvæmlega þú strekkir efni á ramman, þú teiknar aftan á eða ekki, yfirleitt teikna ég ekki, bara gera það því þetta er í hausnum á mér og ullin er eins og eru litablöndunin mín og ég rek oft upp og blanda saman þræði, ég er endalaust að blanda saman til að fá þrívíddina í verkin og þetta tekur hræðilega langan tíma en þetta er svo gefandi þannig að og síðan þegar þú ert búin með teppi þá þarf þetta límbera aftan á eins og var gert við teppin í gamla daga
og og síðan er þetta fóðrað og gengið frá köntunum og svo sléttaði, svo ég kalla þetta bara sláttuvél sem ég er með sem að tekur teppin, sérstaklega fyrir gólf þá þurfa það að vera rennislétt og tala nú ekki yfir opinbera stofnanir eða hótel eða eitthvað, það var ekki hægt að vera með eitthvað svona higgledy-piggledy svo þannig að, og svo bara afhent, þú veist að þetta er svona ferlið. Sérðu fyrir þér verkin sem heild áður en hún leggur að stað eða er einhvers konar flæði sem þú ferði í þegar þú byrjar? Já, sko, það er, ég byrjaði því áður fyrir að ég gerði teppin, þá handlitaði ég stór silkiverk og gerði til dæmis 5 verk og Ragnarsögu Lóðborgar og fleiri sögum og með silkið eins og með vatnslitið ef eitthvað skeður, þú tekur það ekki tilbaka ef þú gerir einhverja vitleysu. Þannig áður ég byrja á verkinu þá þurfti ég að hugsa það til enda, nákvæmlega og það kann tekið einhverja daga eða vikur að ég geti kannski setið bara inn í stofu og hort út í bláinn en þá er ég bara að fara yfir ferlið og ég man eftir einu sinni þurfti að fara í svona skannaúlega þröngan og ég fikk algjörlega innilokanakennt og ég sagði íti takkan og ég sagði nei, ég má þetta ekki og ég sagði ok, ég fer yfir þetta verk sem ég þarf að gera og ég bara andaði rólega og ég fór yfir, ok, þú tekur pensilinn og þú gerir þetta og þetta og þetta og ég leikti mig, ég þurfti að vera þarna mjög lengi og ég kláraði verkið, eiginlega langaði mig að vera eins lengur svo ég geti endalega klára en þetta var mjög gott þannig að ég get farið svo upp á vinnustofu og byrjað en þá hlustaði líka Led Zeppelin eða eitthvað svona til að byrja, bara fyrsta liturinn þarf að komast á og svo get ég hlustað á einhver annað en það er einhverja kraftmúsík til að. Krafturinn kemur þó ekki aðeins úr tónlist, heldur sækir Sigrún innblástur í þann kraft sem býr í íslenskri náttúru, sögum og ævintýrum, svo eitthvað sé nefnt. Já, það virðist líka í mér þetta, stundur ræði ég ekkert við þetta, það er bara, ég verða að gera eitthvað og þetta býr allt þarna og ég gerir líka með ullateppin að þó svo ég geti þar breytt sko, en ég er yfirleitt komið með þetta algjörlega áður en ég byrja. Stundum ger ég skissur, stundum get ég ekki skissur, það er bara ekki hægt. Þannig að þá er ég bara gerða fingurum fram og það tekst yfirleitt. Og þú vinnur með ullina og íslenska ull og það er alltaf skemmtilegt að hérna í þessari vinnustofu er peningakvelving og þú notar hana á mjög tákrannan hátt. Já, finnst eiginlega sko ullin vera komin núna réttan stað því að ull er gull eins og marg sagt áður fyrr og hún er geymd inn í hvelfingunni, það kemst ekkert ljósa henni nema dagsbyrta þar að segja. Þannig að hún er vel geymd, hún er brynvarin þarna og eldvarin, þannig að þetta er mjög við hæfi að hún sé inn í hvelfingu. Er ekki líka einmitt við hæfi að nota þetta íslenska efni til þess að endurspegla íslenska náttúru og liti þaðan? Jú, mér finnst mjög gott að vinna með ullina en ég skal játa það því ég var að vinna í silkjunni áður fyrr. Ég hélt ég myndi aldrei vinna með íslensku ull, það var bara eitthvað sem var ekki inn í myndinni, en svona er þetta. Og núna get ég ekki hugsað mér annað en að vinna í ullinni eða með hana og hún er mjög hvað ég að segja, þegar ég er búin með verk þá fer ég yfirleitt í bíltúr með verkið eða við hjónin og við hendum því einhver staður út í náttúruna og sjáum hvaða gjörsamlega fellur inn í náttúruna. Þetta nærðu ekki með annar ull og það er þökk sé þess að Ístex reynir að sem ég fæ ullina frá að ég þarf svo mikið magn að þeir eru með sprengda ull í gráu settringunum og brúnu settringunum þannig að þetta eru sem líkast sauðalitunum þannig að þetta gjörsamlega fellur inn í íslenskt landslag og mjög gott að vinna upp úr því íslenskt landslag þó þetta sé að vera sauðalitinni sko. Sigrún býr núna og starfar á Vopnafirði eftir hún fekk þar hús í arf. Starfsgrein hennar gerir það verkum að það skiptir hana ekki máli hvar hún starfar á landinu, hvort sem það er á fámennum eða fjölmennum stað. Ísland er nefnilega fámennu staður á jarðakringlunni, en Sigrún hefur samt notið vinsælda víða um heim. Og ég er búin að vera að sýna gegnum árin víða og erlendis og mjög
góðum sýningum og og það hefur verið fjallað mig í svo mörgum blöðum að ég hef alltaf verið með sama tölvunetfangið, ég alltaf með sama síman þannig að fólk getur náð í mig og gerir það sko. Teppin hennar Sigrúnar eru gerð þann hátt að þeim megi ganga á þeim eins og öðrum teppum en á sama tíma eru þau listaverk og enda því oftar en ekki upp á vegg þar sem mörgum reynist erfitt að stíga á jafn falleg verk. Að baki hverju teppi er mikil vinna og það er eins með þann stað sem Sigrún hefur komið sér á í dag sem listamaður. Allt er þetta afrakstur gríðarlegrar vinnu. Getur ekki hlaupið að þessu og maður þarf að vera tilbúin til að kannski að lífa ekki að súpu. Það er að segja að þú síður ekkið í vatninu og það er mér til að koma í súpuna. Nei, ég segi svona. En ég tel að ég hafi verið mjög heppin. Og að bæði silkiverkin seldust vel. Ég var náttúrulega mjög góð staðsetning á vinnustofu sem var á Skólavörðustígnum og verkin voru vel metin, stóru verkin og seldi eiginlega allt úr landi. Fólk kom og það spurði ekki eins og hvað það kostaði, bara borgaði, fór. Og sem er mjög gaman og þannig að staðsetning fyrir listamann er allt. Ég var með bara opna vinnustofu þannig að kom fólk inn og sá mig vinna En þetta menntun í listum, maður þarf í raun að skapa sér þekkingu til þess að kunna nota miðlana sem maður vinnur með en að einhverju leiti þá er þetta líka bara manns eigin sköpun. Menntun er ekki allt í listum eða hvað? Sko, algjörlega, ég vil að fólk mennti sig, en ég vil líka það sé með opinn huga og vísu er ég ekki menntuð, en ég hef tekið ákveðið að taka námskeið í því sem ég hef áhuga á hjá þeim bestu í faginu sem veita námskeið og það hefur hjálpað mér mikið með silkið og annað og með ullina með teppagerðina þurfti ég ekki að fara neina námskeið því að ég kunni flósið síðan ég var unglingur og þegar við komum fyrst fram á sjónarsviði 2012 á Hönnunarmars í Epal að þá hafði maður ekki hugmyndum að maður var valinn einn af topp 10 hönnunarverkum á öllum Hönnunarmarsinum og það var fjallað verkin í það heitir gsn.com og þeir eru svona leita trendsetters. Þetta er biblía víst fyrir alla hönnunarskóla. Og og maður komst þar inn bara, þetta er svona og síðan bara kolli þannig að ef maður sko er sannur sinni list og ég hef bara unnið af list síðan 2003 algjörlega einangurinn einbeitt mér að því og það hefur hjálpað mér mikið. Ég get ekki verið hálfur listamaður og hálfur í eitthvað öðru. Ég verð að vera öll þarna eða öll á hinstaðnum. Svo það hefur líka hjálpað mikið og ég hef fengið nema frá Aalto háskólanum í Finnland, í Helsinki. Hún var að taka masterinn í textil og prófessorinn hennar mælti með mér það sem að hún sagði, þú þarft á þessari konu að halda því að hún getur kennt þér að fara út fyrir ramman með það sem þú vilt gera. Svo að hún gerði það og stelpan flög gegnum masterna og það var alveg yndislegt sko. Yndislegt, við erum í góðu sambandi en þetta enn í dag. Tíminn sem fyrir vinnuna segir þó ekki allt afraksturinn. Launin fyrir tíman sem unnin er af ástríðu og ánægju er oftast mikið ríkulegri. Með nógu brennandi áhuga á vinnunni eða verkefnunum fyrir höndum, þá er allt hægt. Ég held það. Ég var samþykkt inn í SÍM 2004 og aldrei litið tilbaka síðan. Þannig að ég held að ef maður sé, fyrst kannski er þetta Guðs náð, ég veit ekki, en þetta er allavega býr inn í mér. Ég tekið ekki, ég kópið ekki á YouTube. Það er ekki hægt. Hvernig gengur þér að viðhalda þessum sköpunarkrafti og hvar sérðu þið svona á næstu ári? Sérðu þið fyrir þið meira að þú sért farin að vera þessi kennari sem aðrir eru farin að leita til? Ég vona það. Ég held áfram að skapa, það er alveg á hreinu. Og bara fullkomið betur í teppunum, fara út í aðra hluti, aðeins kannski alltaf með náttúruna, en mér langar líka að færa mig yfir í eins og
taka tréskurðin en setja hann í gólteppi og ein hugmyndin var að taka sem ég er að byrja á er að taka lokin af öskunum sem eru skornir út. Það var einn frábæra hringlóta mottur, það var alveg bara, get ekki beðið og söðalitinir í það náttúrulega. Þannig að já, ég vonast til að halda áfram að finna nýja hvað maður segja, slóðir til að vinna með og hugmyndir og eins að ég geti svo kennt því að veist, aldurinn færist yfir, læðist aftan að manni og allt í einu bara, heyrðu, kannski maður drífi ég bara að fara að kenna ef einhver hefur áhuga, þá var það alveg. En fyrir mig þá sem eru að hlusta á viðtalið sem að finna þennan sköpunarkraft innan með sér, sama hvaðan hann kemur eða hvaða leið maður ætlar að fara, það er líka þetta harki í þessum að þarf að vera tilbúin að leggja ýmislegt á sig og erfiðleikana líka. Já, þú eiginlega leggur allt í sölunar. Það er bara, veist, þú getur verið, ég er nú ekki vel stæð manneskja þannig, ég bara hef það ágætt, en maður þarf að vera viðbúin að það koma tíma sem þú getur ekki selt neitt. En þú ert ekki gefast upp, þú halda áfram að skapa, algjörlega nota dauðan tíma í að skapa og reyna bara að finna það sem að þú getur, sem að býr inn í manni, en kannski höfða líka til fólksins. Sumir kalla það commercial art eða verslunarlist eða eitthvað svona sem er lítið fyrir eitthvað niður á, en nei, sumir vilja það. Þannig að þið erum ekki Picasso allir, sko. Nei, og árangur heldur ekki allum heldur í penningum, því sem þú tekur að þér, þú ert mjög rík í því sem þú er búin að gefa frá þér. Þar er líkur, já, akkurat, þar er ríkidæmið, eins og ég sagt oft á tíðum, það er hvað þú skapar, hvað þú skilur eftir.